Þá var bæjarstjórnarfundur 3065 settur, upphaflega var hann í 7 liðum en ég ætla að leita afbrigða og útsendi dagskrá og biðja að bætt verði við 9 dagskrárlið sem stjórnsýslubreytingar á fræðslu og lýðheilsusviði og ber ég upp til atkvæða þau sem samþykkja. Það samþykkt með 11 atkvæðum, þannig að það eru 8 liðir. Fyrsti liður stjórnsýslubreytingar á fræðslu og lýðheilsusviði og ég ætla að biðja varaforsta að taka stjórn á fundinum. Bæjarfulltrúi Heimir Örn tekur til máls. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar lögðu fram tillögu að breytingum á skipulagi í forvarna- og frístundamálum. Með stjórnsýslubreytingum þann 1. janúar 2022 sameinuðu samfélagssvið og fræðslusvið í fræðslu- og lýðheilsusvið og í því fólst að fræðslu- og forvarna- og frístundamál heyrðu undir sama svið. Með sameiningunum stóðu væntingar til þess að ná aukinni samfellu í vinnu og þjónustu við börn og ungmenni og tómstundastarfi heilt yfir. Jafnframt var áhugi fyrir að leggja grunn að frekari samfellingu forvarnamála, frístundu þjónustu við fólk á öllum aldri í félagsmiðstöðvum fólksins. Þær breytingar sem nú eru framöndan eru framhald þeirra vegferðar og breytingar munu taka gildi 1. september 2025. Á ofangreindum grundvelli hefur tekin ákvörðun að leggja niður núverandi skipulag forvarnar- og frístundamála en megintilgangurinn fyrirliggjandi breytinga tvíþættur. Annars vegar að samþætta félagsmiðstöðvarstarf 16 ára eldri innan sveitarfélagsins og hins vegar að samþætta starfsemi grunnskóla, forvarnar- og félagsmiðstöðvarstarfs. Með samþættingu frístundar, skóla og félagsmiðstöðvarstarfs að vinna með börnum og unglingum styrkt, bæði almennt og málum á fyrsta stigi farsælda barna. Í þessu felst aukin þjónusta í nærumhverfi barna og unglinga. En með breytingunni færast félagsmiðstöðvarnar í mið- og unglingastigs í grunnskóla sveitarfélagsins, starfsmenni ungmennahús og virkisins undir félagsmiðstöðvar fólksins og verkefni barna- og sveitarfélag, ungmennaráð, umsjón með vinnuskóla, færast undir starfsemi skrifstofu fræðslu og lýðheilsusviðs. Við breytingarnar eru störf forstöðumann forvarna frístundamála, umsjónarmanns ungmennahús, verkefnastjóra barna- og sveitarfélags, verkefnastjóra atvinnu ungs fólks og vinnuskóla og sérfræðinga í félagsmálum, leiðbeinenda félagsmiðstöðva og verkstjóra vinnuskóla lögð niður. Ný störf sem verða til við breytingarnar eru stöðu deildarstjóra sem forvarna- og frístundamála grunnskóla í Nausta, Brekku, Lundar, Gilja, Glerá, Síðu og Oddeyrarskóla sem mun þjónusta Hríseyjarskóla og Hlíðaskóla. En verkefnastjóri málefna barna og unglinga á skrifstofu, fræðslu og lýðheilsusviðs og virkniráðgjafi í félagsmiðstöð fólksins. Starf forvarnar- og félagsmála ráðgjafa tekur breytingum en viðbætur innan starfsviðs eru þær að umsjón verður höfð með klúbbastörf á miðstigi og starfstöð verður í grunnskóla. Við þessar breytingar verður stöðu heiti félagsmiðstöðvarfulltrúi, deildarstjóri forvarnar- og frístundamála og mun starfa í stjórnundateymi grunnskóla og fara með yfir umsjón með málaflokki frístunda og félagsmiðstöðva. En hlutverk deildarstjóra að leiða þróun frístundar og félagsmiðstöðvarstarf í skólanum, veita því faglega forystu, skipuleggja daglegt frístunda- og félagsmiðstöðvarstarf og stuðla framförum, árangri, velferð og velja nemenda. Markmið breytingarnar eru aukin samlegð og samfellu í skóla, forvarnar- og frístundamálum barna og unglinga, aukin vinna fagfólks með börnum á skólatíma og í frítíma og skipulag gengur út á störf styðja hvort annað og tilveri skýr samráðsvetningur innan hvers skóla. Tækifæri til aukunar þjónustu á fyrsta stigi farsældar, aukin samlegð og skilvirkni í þjónustunni. Aukin nálægð starfsfólk félagsmiðstöðva við nemendum sem felur þessi möguleika á þéttara samstarf við foreldra. Tækifæri til aukin samstarf allar sem starfa með börnum og unglingum, varðandi forvarnamál, viðbrögð við ofbeldishegðun, meðal annars félagsvænni þjálfun og uppbyggingu sjálfsmyndar. Vonandi verður einnig aukin sérfræðiþekking og skipulag í frístundastarfi barna í 1. og 4. bekk og hefur það komið í ljós að það þarf að bæta þá þjónustu fyrir næstu ár. Aukin áhersla á félagsmiðstöð og forvarnarstöð á miðstigi, aukin samþætting í þjónustu félags- og frístundastarfi fullorðna í félagsmiðstöðum og markmið með starfsemi tómstundamála að auka virkni og rjúfa félagslega einangrun og veita þann stuðning til að handa þeim sem til þess þurfa. Breytingunum ætla að samþykkja þjónustu við alla hópa
og markhópi virkis og ungmennahús færist þar með undir málaflokk tómstundamál, afsakið. Ég vil þó bæta því við að með þessum breytingum er að vonast til að starfsmenn muni aðeins dreifast meirinn í skóla, en þess ber að geta að starfsemin hingað til hefur verið mjög góð. Fullt af frábærum hlutum hefur gert. Starfsfólk hefur staðið sér vel og búið að fá mikið hrós. Með þessum breytingum erum við að reyna að efla starfsfólkið, auka skipulagið og vonast til þess að vera enn betra starf í félagsþjónustu hér eftir á. Ég ætla að láta þetta gott heita og þetta verður borið undir til atkvæða. Bæjarfulltrúi Heimir Örn hefur lokið máli sínu og færi að forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Orðið er laust. Já, til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, við stöndum frammi fyrir því í dag að samþykkja viðamiklar stefnumótandi breytingar á starfsemi forvarna og frístunda og þau mikilvægt að vanda til verka, nú er brýnna en nokkru sinni fyrr að huga að öflugum forvörnum. Ég segi fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars að við hefum viljað sjá meiri samráði aðdraganda og að kjörnir fulltrúar kæma þessari stefnumótandi vinnu. Ég hef enn efasemdir sumt í þessum skipulagsbreytingum og hef komið því á framfæri, en sé spennandi tækifæri í öðru. Að svo komnu til ég hellavælegast að halda vinnuna áfram í þverfaglegu samráði. Ég legg því fram eftirfarandi tillögu fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa B-lista. Stofnað verði stýrihópur sem sér innlæðingu og eftirfylgni á skipulagsbreytingum á starfsemi forvarna og frístunda. Í þeim hópi verði fulltrúar frá meiri og minnihluta og starfsfólk að sviði fræðslu, velferða og forvarna og frístundamála. Sviðsstjóra fræðslu og lýðheilsusviðs er falið að taka saman skipunarbréf og leggja fyrir bæjarráð. Starfshópurinn mun starfa út kjörtímabilið. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttir fyrir. Orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Jana Samuel Ingibjörg Jósefsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Það er margt í þessum skipulagsbreytingum sem getur orðið til bóta þegar að kemur að þessari þjónustu. Ég geri hins vegar athugasemdir við feril málsins og tel ekki heppilegt að engin aðkoma sérfræðinga á sviði forvarna og frístundamála hafi verið í ferlinu. Eins tel ég stefnumarkandi skipulagsbreytingar á mikilvægum málefnasviðum þurfi undirbúning breiðari hóps og til miður að engin kjörinn fulltrúi minnihlutans hafi átt aðkomu að málinu. Ég tel þó tillögu bæjarfulltrúa Sunnu góða og kem til með að samþykkja hana þó ég sitji hjá við afgreiðslu á þessum skipulagsbreytingum. Eins leggjum við bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir S-lista fram eftirfarandi bókun. Mikilvægt er að stór og stefnumarkandi mál séu undirbúin af fagmennsku og í samráði við þá aðila sem málið varðar. Í því ljósi teljum við að eðlilegt hefði verið að skipa starfshóp kjörinna fulltrúa til að undirbúa málið, enda snertir það bæði skipulag og stefnu sveitarfélagsins á mikilvægum málefnasviðum. Við teljum miður að undirbúningur þessa máls hafi ekki aðeins farið fram án aðkomu kjörinna fulltrúa minnihlutans, heldur einnig án aðkomu sérfræðinga á sviði forvarna og frístundamála og því alls óljóst hvernig máli blasir við út frá því sjónarhorni. Þó skal tekið fram að sé miðað við þá kynningu sem við höfum fengið á málinu þá virðist ýmislegt geta orðið til bóta við umræddar skipulagsbreytingar. Þökkum bæjarfulltrúa Jana Salum fyrir. Orðið er laust. Ekki fleiri takk til máls, þá ber ég upp tillögu bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson sem er eftirfarandi að stofnað verði stýrihópur sem sér innleiðingu og eftirfylgni og skipulagsbreytingum á starfsemi forvarna og frístunda. Í þeim hópi verða fulltrúar frá meiri og minnihluta, starfsfólk á sviði fræðslu, velferða, forvarna og frístundamála og sviðsstjóri fræðslu og lýðheilsusviðs er falið að taka saman skipunarbréf og leggja fyrir bæjarráð. Starfshópurinn mun starfa út kjörtímabilið. Þau sem samþykkja þessa tillögur eftir bönd. Það eru 11
og ég les upp að bæjarstjórn samþykkir framleiða tillögu að stjórnsýslubreytingum á fræðslu og lýðheilsusviði. Þau sem samþykkja, þau sem eru á móti, 2 sitja hjá og 9.